Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Við sitjum hérna alltaf og erum að reyna að átta okkur á þessum tímum sem við lifum og það vantar ekki upp á það að þeir eru miklir átakatímar og ýmiss konar straumhvörf og við færumst aðeins til og sjáum kannski hlutina með öðrum hætti. Það eitt sem að kveikna svolítið upp varðandi Gaza sérstaklega sem er svona hugsun sem að hefur kannski skotið upp kollinum í öðrum málum eins og innflytjendamálum og öðru slíku. Það er svona hvort að rasismi eða kynþáttahyggja sé inngróin inn í kerfin okkar og stefnun okkar og ráði kannski miklu afstöðu okkar til einstakra hluta. Og þetta er kannski svona vangavelta sem er ekki alveg inn í frétta umhverfinu. Það er ekki verið að tala að rasismi hafi mælst svona hár á gatnamótum Kringlumýrarbrautar og Miklubrautar. Við erum ekki með svona teymi í því, viðbragðsteymi að bregðast við rasisma sem að gýs upp í Austurbæjar skóla eða í Útlendingastofnun. Þannig að þá erum við á svæði þar sem gott að leita til svona frjálsra huga. Við getum talað við presta þetta en við getum líka talað við listamenn eða rithöfunda og Eiríkur Örn Norðdahl hingað kominn. Sæl. Eins og heyrðir á inngangnum þá ætla ég að fá þig til að tala eitthvað svona sem að einhverjum vegna við höfum svolítið erfiðleikum með að ræða að til dæmis það að maður myndi varpa upp hvort að stefna stjórnvalda í varðandi Gaza, hvort að kynþáttahyggja merki þar spor. Þetta ætti að vera bara sárasakleg spurning, en ég býst við að við getum sprengt upp vikulokkin og silfrið og ýmsa þætti bara með því að spyrja þessu sjálfsögðu spurningar. Sko, hún einfalda svarið er náttúrulega bara já og ég held að meira segja er hljótarskilja það í silfrinu, sko. Það er einhvers staðar vegna þess að þetta var samt ekki ræðana. Nei, en það blasir náttúrulega samt við. Við sjáum það bara, við sjáum það ekki bara á Gaza heldur, sjáum það líka í Úkraínu, hvernig við tókum allt í móti þeim sem við litum á sem hluta af okkar hóp og mér varst áhugavert í því samhengi reyndar, sérstaklega með Úkraínu að við höfum ekki alltaf litið á Austur-Evrópubúa sem hluta á okkar hóp, við höfum ekki alltaf, eða slafa, við höfum ekki litið á þá sem þetta þennan hóp sem að tilheyri okkur einhvern veginn. Við litum á árásina á einrásina á Úkraínu og lítum á hana einhver liti sem árás á okkur líka sem við gerum ekki í Gaza, augljóslega. Allavega ekki sem stofnun, ekki kerfisbundið eins og við gerum gagnvart Úkraínu. Ef við skjóta inn varðið slafana að þeir sem að muna aðeins aftur að þegar íslenska landsliði í handbolta var að keppa við Austantjálsþjóðir þá var alltaf gengið út frá því frá lýsandanum. Þetta verið þjóðir sem að meðan verið að vinna að þá verið erfiðar en ef það myndu mæta mótlæti að þá myndur ekki þola það. Það var svona hugmyndum það að þær væri einhvern veginn öðruvísi uppbyggðar heldur við að svona einstaklingsáraðinnið væri farið úr þessum þjóðum. Þannig að ég bara vísa í það er svo stutt síðan. Þetta er stutt síðan og við náttúrulega bara munum bara innrásin í Tékkóslóvakíu eða Ungverjaland og það allt saman eða bara áhrifasvæði Sovétríkjanna okkur fannst þetta bara mjög eðlilegt þangað til fyrir bara skemmstu eiginlega. Þannig að það er súvít, en svo verðum við líka að horfa á með þetta er náttúrulega flóknara með Ísrael og Palestínu, einfallega vegna þess að við lítum ekki heldur alveg svo á að Ísraelar séu við og höfum aldrei gert náttúrulega og það náttúrulega er við sem Evrópubúar eigum náttúrulega erfitt með að gagnrýna Ísrael og það fyrir því eru bara góðar og gildar ástæður og það er þetta er það ljótasta sem við Evrópubúar höfum gert og okkar sögu, þetta er það ljótasta sem hefur eiginlega verið gert bara í mannkynssögunni var tilraun til þess að bókstaflega útrýma þeim og þannig að jafnvel þó við tökum skrefið aftur og horfum á ástandið í Ísrael og Palestínu og tökum jafnvel ósmekklegar samlíkingar við helföruna og það sem Ísraelum er líkt við nasist og þarfmyndugötum sem mér finnst í raun og veru alveg svívirðilegar
að þá getum við sagt, það verður alltaf mjög erfitt fyrir okkur að gagnrýna þá og það bara, þú veist, ég veit ekki alveg hvað við gerum í því einu sinni, vegna þess að þetta er ekki góður staður fyrir okkur að vera, við erum einhvern veginn búin að við erum svo brend af þessum hræðilega glæp sem við frömdum sjálf Við flokkum Ísrael oft með Evrópu, þeir eru til dæmis í Eurovision. Við gerum það í Eurovision og við náttúrulega gerum það líka af samviskubiti vegna þess að við reyndum að útrýma þeim sko, að þeir fá að halda áfram að vera með og við svona eru þeir náttúrulega hvað sem útflytjendur frá Evrópu stórum hluta eitthvað kemur frá Londonum hann í kring seinna en og við sjáum náttúrulega þú veist þeir sem hafa farið nú ef ég ekki farið til Ísrael en þú veist menningin í Tel Aviv er ekkert mjög ólík bara menningun í París að menn skilst sko þannig að er sannarlega, þú veist, eru einhverstað, við lítum sennilega meira á gyðingar sem okkur heldur en við lítum á palestinum en sem okkur, sko, ég held að það sé alveg hreina línur, sko, þó að það sé væntanlega að breytast líka með bara, aukinni viðveru palestinumanna og annara miðausturlanda. Ræður það afstöðu okkar? Í Evrópu? Það var náttúrulega sambærilegt stjórnarfar og það er oft vísað til Suður Afríku líka. Það er ekki bara í helföruna sem að tekja alveg undir með er frekar þreytt alltaf að vera að tengja hann á milli. En þar gerðu Íslendingar eitthvað sérstakar athugasemdir við. Þá voru búarnir og hvítumennir í Suður Afríku við, rósmenning, hvít fólk. Og í þessari deilu þá er alveg, þú veist, diplomatist og politíst, þá er alveg hreina línur og það eru, við stillum okkur upp með Ísraelsmönnum, við tökum allt aðra afstöðu gagvart þeirra glæpum heldur en glæpum palestínumanna eru almennt eða Hamas eru almennt álitnir þannig að það er alveg sama hvaða ofbeldi þeir fremja, það er réttleitir alltaf ofbeldi gagvart þeim tilbaka en það virkar ekki á hinvegin. Ísraelar geta ekki við hugsum ekki svo að sem sagt fyrst Ísraelur byrjar að þessu þá megi palestínumenn útrýma þeim eins og fólk nánast verið til slíta á hinvegin sko og þar sjáum við þetta alveg og við þurfum ekki það er líka ágætt að skilja á milli þess sem er annars vegar sko, við kalla bara, þú veist, tilfinningalegan rasisma einhvern veginn út á götu, eitthvað fólk sem að, þú veist, hrópar helvitsgyðingar eða djöfisins múslimar eða hvað það er. Og sem sagt hinn sem er síðan bara kerfisbundið, sem er bundið inn í það hvernig, þú veist, bæði, þú veist, bara hreinlega bundið inn í alþjóða sáttmála og samþykktir og inn í, sko, pólitíska menningu, hvernig við bregðumst við ólíkum hlutum og sem sagt, þar er þetta þessi hugmynd menn sem við lítum náttúrulega okkur sem siðmentuð sko, að þá er þessi hugmyndin þetta hvernig maður tekst á við pólitískt, eða hvernig maður fremur pólitískt ofbeldi á siðmentaðan hátt og þá er það náttúrulega þeim mun dýrari græjur sem þið átt, þú veist, þeim mun meiri réttu ertu í með að þeim mun siðmentar að virðist að þú keyrir dýran skriðdreka inn í bæ og sprengir öll húsin í loft upp. Því fleiri máttu drepa? Já, þeim fleiri máttu drepa og því meiri lítum við þetta sem nánast sem nauð, sko. Hér er reglan að ráðast á óregluna en þegar við horfum að Hamas fremja útrásina úr Gaza að þá lítum við að hér er óreglan að sigra regluna. Já. En varðandi svona kollektífa ábyrgð að þá sér maður mjög víða að morð Ísraels hers á palestínumönnum er réttlætt með út af hversu hryllileg hryðjuverk Hamas hafi verið og þar af leiðandi eiga allir þeir sem eru sömu trúar með sama litarhaft og sama þjóðerni og þeir sem að frömdu hryðjuverkin að bera sök. Er þetta dæmi svona rasísk afstöð því að við gerum þetta ekki til þess við sambandi við Breivik, við sökuðum ekki alla norðmennum að bera ábyrgð á því. Nei. Það var ekkert leitað á öllum hvítum, miðaldra mönnum, velgreiddum í sérstaklega þau voru ekki teknir út úr röðinni á flugvöllunum en það er gert við alla sem líta út fyrir að gætu verið frá Norður Afríku. Jú, auðvitað, þetta er náttúrulega bara, þú veist, svona þetta er bara lýsing, nú er bara að lýsa því sem er rasismi, sko, ég svara, jú, það sem þú, þetta er rasismi, þetta er þannig virkar og náttúrulega hitt líka með menn eins og Breivik og fleiri álíka, þú veist, marga byssumenn í Bandaríkjunum síðustu áratugina að
jafnvel þegar þeir hafa mjög skýra pólitíska afstöðu og lýsa henni í löngu og miklu máli hvað þeir eru að gera, þá afgreiðum við þá yfirleitt alltaf sem sko einhvers konar geðvilu, einhvers konar undantekningu frá reglunni. Þeir eru ekki við og þeir eru ekki að reka okkar pólitík og þeir eru ekki eins og að reka sína eigin pólitík, þá sem þeir leggja á borðið beinlínu og segja þetta er ástæðan fyrir að drepa alltaf fólk, heldur sem sagt segjum við bara einhver brjálaði maður sem farið úr skoti fullt af fólki og læsum hann jafnvel bara hann á geðsjúkrahúsi, en við handar náttúrulega ekki Hamas þannig sko eða brúna hryðjuverkamenn yfir höfuð. Já. Þannig ef það hvítur ungur karl í Bandaríkjunum drepur svarta vegna þess að hann er rasisti eða samkynhneigður vegna þess að hann er með fóbíu eða múslima, að þá látum við ekki einu sinni vera merki þessa hugmyndastefnu. Nei, og við náttúrulega eins og segjum þannig að við viljum ekki gera þá kollektífa ábyrga sem að boða rasisma eða grafa undan öryggi samkynhneigðra eða Nei, og vilja látum það heldur ekki ganga yfir hópin. Og einhverjum skilningi er það náttúrulega, þú veist, auðvitað er það rétt. Það eru miklu við gerum það ekki í hináttina. Nei, við gerum það ekki í hináttina. Vandamálið er náttúrulega það er ekki það að Breivik hafi ekki verið veikur maður og eða hann sé einhvers konar fulltrúi hins norska meðaljóns, heldur að Hamas er það ekki heldur. Þeir eru ekki fulltrúi palestínumanna. Það sem að, það er erfitt að bera það líka saman, saman svona miklu stærri samtök og þau hafa náttúrulega pólitískan stuðning einhver staðar og myndin er miklu flóknar en svo, en ég held að skilji hvað ég veit. Þannig að utanríkisstefna okkar er lituð af rasisma. Já, ég held að utanríkisstefna Íslands sé bara rosalega mikið oft reyndar lituð bara af einhverju praktík og það er náttúrulega hvað getur sagt, svona annar stigs rasismi, við fljótum bara með. Rasisma Bandaríkjanna. Já, við fljótum með á rasisma Vesturlanda og fljótum með einhverju pólitískri stofnun vegna þess að við lítum svo á við séum í samflóti með þeim. Við séum einhvern veginn á einhverju sameiginlegri vegferð og við getum ekki sett okkur upp á móti og gerum það sára setna. Það er einhverju ábyrgð okkur á því. Nei, sannlega ekki sko. En við erum einhvern veginn, við erum með svona auka afsökun inn í ferlinu sem er ekki bara það að við séum einhvern veginn að reyna að eiga við Hamas eða eitthvað, heldur erum við bara, þú veist, ég get ekki gert neitt vegna þess að ég er bara ég hangi utan í þessu fólki sem er á þessari vegferð. Við stöndum bara með like-minded sem að maður er byrjað að heyra miklu oftar raunverulega eftir Úkrænustríði, þá heyrir maður fleiri segja að svona er heimurinn bara og það er eðlilegt að við tökum okkur stöðu með þeim sem eru líkastir okkur. Og þá er kannski ekki verið að meina alltaf með samband við húðlit, en stundum er sagt bara sem líkt þjóðskipulag, lík svona menningarsaga, að þetta er bara okkar staður í heiminum og það eru átök í heiminum og þá stöndum við bara með okkar fólki. Já, og ég meina það er bara hreinlega þannig sem fólk hugsar held ég oft, sko. Ég man eftir að hafa sjálfur, nú er þetta mjög langt síðan ég fór einhvern tímann, ég fór á Alþingi ungmenna þegar ég var 19 ára eða eitthvað, og eitt af því sem við áttum að gera var samþykkja svona ályktun móttöku flóttamanna og þú veist, þetta var bara fólk á aldrinum 16 til 20 og það var samt tróðið inn að það þyrfti að flóttamennirnir þyrftu að vera sagt, ég man ekki nákvæmlega hvernig það var orðið en eins líkir okkar og mögulegt væri til þess að þú veist, komið veg fyrir átök og sundrungu í þjóðfélaginu, þú veist, þannig að það var einhvern veginn meira segja unga fólkið gat ekki hugsa sér að taka á móti, þú veist, meira framhaldi flóttamönnum bara dönum, einhvern veginn, ef að Danir myndu landi vandræðum, þá getum við tekið þá inn, en allir aðrir væri á. Já, aðrir getur mengað samfélagið og þá voru við bara komin á að við varst nú að tala um helförina, þá voru ríkjandi hugmyndir í heiminum að þeir sem væru svona frávik frá samfélaginu, við gætum í sameiningu byggt upp gott samfélag, en þá þurftum við að skera af okkur óæskilega hópa og þess vegna geymdum við það sem var kallað fávitar upp á hælum og geðsjúkir og fangar og fátækir og bara allir skornir út úr samfélaginu. En svo eru að segja hægri menn í Evrópu í dag eru samt þeir eru rosa mikið, þú veist, á þessari línu að vera til dæmis ekki endilega að tala um að fólk sé sé eiginleg meindýr eða eins og nasistar gerðu, heldur fara þeir miklu oftar í hitt að tala um bara taka svona etnocentríska afstöðu. Þú veist að það er rosa gott að allir séu bara á sínum stað og það séu allir einmitt með like-minded fólki, og það er þá líka við
þú veist, múslimanna eða Afrikumennina eða hvað það sko. Það þurfum bara allir að vera heima þessir svo við séum ekki að valda sundrungu. Og einhverstaðar, þú veist, það líka alveg satt að þarf að, þú veist, það þarf meira limbo og maður þarf aðeins að, þú veist, leggja meira á sig til þess að búa með, í fjölbreyttari heimi, en og þú veist, og ég held að sé ágætt bara horfast í augu við það, að við, við þurfum aðeins að vinna með það, eða þannig, en vegna þess að ég held að blasi líka við þegar maður skoðar að augljóslega ríkidæmið líka þar, sko, að í staðin fyrir að stefna að hennu einsleita kyrstuðu samfélagi, þar sem ekkert gerist, sem þetta getur verið, þar sem þú lifir bara þar sennilega maximal friður og ró, en þar líka minnst dýnamík og þar minnst, þú veist, bara líf, hreinlega. Vegna þess að við lærum svo mikið af því, við lærum fyrst og fremst náttúrulega af fólki sem ólíkt okkur, sko. Tengt þessu að því þú nefnir svona að fari best á því að vandamálun séu leyst heima hjá fólki, það eru svona rök fyrir því að við höfum ekki að taka við flotta fólki heldur að styðja fólk við að vera heima á sér, það ein útgáfan af þessu. Önnur sem að tengist Gaza það að af hverju Arabþjóðirnar hann í kring, af hverju taka það ekki við svona palestínumönnum, af hverju opna Egyptar ekki í landamærin, og þá búið að búa til svona að sé eitthvað svona hópur af þjóðum sem að beri ábyrgð á eða verður eitthvað vandamál meðal þeirra. Það sé ekki okkur í heiminum að leysa þetta. Þetta sé þetta fyrst og fremst í þeirra sveit. Já, það náttúrulega bara, þú veist, hvað segir maður, frávarpmenn náttúrulega bara það allir að losna við að þurfa að taka einhverja ábyrgða vandamann og svo náttúrulega þú veist, maður getur horfa fram í því heldur, það náttúrulega palestínskir flóttamenn út allt. Það ekki þó landamæri séu lokuð þarna þá náttúrulega hafi verið bara, þú veist, lekið yfir út allar trissur hér og þar stórum hópum. Já, þetta náttúrulega bara, þú veist, landflótta þjóð meira og minna. Þannig í næstu löndum. Já, og bara allstaðar þar sem þeir hafa fengið að fara. Þessi hugmynd að næstu þjóðir eigi að sjá eitthvað vandamál eða kemur eitthvað vandamál, segjum að komið vandamál í Úkraínu að þá standið það helst á Pólverjana og að leysa það, og þetta rasísk hugmynd eða þetta einhvern veginn svona? Sko ég held að hún það náttúrulega rasísk ef hún kemur frá okkur, þú veist að ef við segjum við ætlum ekki að gera þetta vegna þess að við viljum að einhverjir aðrir. Slavarnir eiga að sjá þetta. Já, slavarnir eiga að sjá þetta eða arabarnir eiga að sjá þetta eða eitthvað þannig, sko. En svo held ég að hins vegar tilhneigingin sé nú yfirleitt svo að nágranna þjóðir hjálpi stað, einmitt vegna þess, þú veist að þeir spegla sig, þeir eru búin að fylgjast með aðstæðum hvers annars í lengri tíma og það eru bara, þú veist, brosalega mikil tengsl þar fram til göttunum og það er algjör undantekning ef að áleiði lendir ekki mest á þessum og það náttúrulega, þú veist mér þegar Íslendingar getur náttúrulega ekki, við erum ekki axla ábyrgðina þessum flóttamar að vanda þó við tökum, þú veist, einstaka mann, sko. Þegar sko ein leið til þess að skilgreina hvað er rasismi er að horfa til nýlendu tímans og það hafi verið uppfinning ólíka kynþætti í heiminum og sem að síðan hafi komið ljós að eru vísindi sem að ekki standast og þar af leiðandi sé rasismi ekki til og öll svona tilvísinu hans sé eiginlega bara blekking og tilbúningur. En auðvitað er það ekki svo eins og þú ert svo sem að segja svona að fólk í næstu byggðum sé tengdara heldur en í fjarlægum byggðum og þannig hefur alltaf verið og við þekkjum bara eigin sögu, alls konar ótti við ókunnuga og hugmyndir að í fjarlægum deildum jarðar séu mannætur og alls konar skringilegt fólk sem að bara hegða sig með allt öðrum hætti heldur en við erum. Þannig að þessi gagnvartinu óþekta eða sem að við getum ekki haft tök á er miklu eldri. Þannig að ég svona síðar árum finnst mér svona þessi tilning á því að ætla að slá rasismann í burtu sem eitthvað bara mískilning. Ég veit ekki hversu gagnlegt það er því að þá er hættan svo að við horfum ekki til þess að þetta hefur verið með mannskepnunni mjög lengi. En það er líka þessi vísindalegi rasismi sem kemur upp á bara 18. og 19. öldinni og svo fram á 20. En náttúrulega hangir líka bara saman við tilhneigingu okkar til þess að útskýra rosalega margt með vísindum. Við notum á þessum tíma
þá var allt sem við upplifðum sem mögulegt reyndum við að sanna með því að setja það í tilraunaglös og þú veist, mæla hauskúpurnar á fólki og við gerum þetta náttúrulega líka, þú veist, spiritismin er náttúrulega bara frábært dæmi það hvernig menn ætluðu að sanna eftirlífið og sanna Guð og og það allt saman svo, eins og rasismin þá fór náttúrulega spiritismin bara að rak sig fljótlega á vegg sko og en eftir situr og það sem að menn voru að reyna að mæla og berja inn í einhverja hugmyndir það voru raunverulega tilfinningar sem voru komnar sko löngu fyrr sko og náttúrulega þessi ættbálka hyggja í raun og veru og hún sko eins og ég skil hana allavega þá hún bara þessi og mér skilst einhver staðar las ég að það væri bara meira og minna sýnt fram að fólk hefði sko bara svona náttúrulega mikinn tendens til þess að svona mynda í kringum sig ættbálk og loka sem sagt hliðunum og vera þá sem sagt hvað segir maður vera óttaslegið við hið ókunnuga og það getur birst í mjög mörgum ólíkum myndum og og þetta fólk einhvern tíma var sem sagt ég held að þar sem ég var að lesa þetta þá var tekið dæmi af sko svona svo fólk upplifir fólk í Suðurríkjum Bandaríkjanna það er svona rosalega kærleiksríkt það er alltaf tilbúið til þess að hjálpa það er alltaf brosandi og það er alltaf og þetta sé tilkomið vegna þess að það upplifi mikið öryggi vegna þess að það sem sagt sé búið að loka alla úti það sé bara með familíuna einhvern veginn inni og ef þú registerast sem einn af fjölskyldunni ef þú kemur á þangað sem bara hvítur kall með kúrkahatt að þá taka þér allir þú veist, af rosalega mikill hlýju. Það geta sýnt eins og sko taumlaust ofbeldi gagnvart þeir sem eru utan. Einmitt. En svo verður sem sagt vandamálið hinum megin, þar sem að sem sagt þá ertu komið með sko sem sagt Bandaríkjamannin í Norðurríkjunum sem að vill helst bara vera einn í íbúðinni sinni og tengjast ekki neinum sko. Og einhvern veginn, en síðan sko setur alla í sama flokk sko, en gerir ekki greinamun á þú veist, húðlitum eða trúarbrögðum eða eitthvað, en einmitt á mjög erfitt með að vera opinn og umfaðma neitt eiginlega. Þannig að hann sem sagt einhvers staðar búin að kannski búin að færa hræðsluna inn á eitthvað svona millistig sko, hann pínulítið hræddur við alla og pínulítið opinn fyrir öllum einhvern veginn. Og þetta meikar sens í hausnum á mér sko, allavega, að þetta sé sirka bát svona sem það virki, að þú verðir þegar þú ert með þessa hamingjusömu heild þarna í Suðurríkjunum, að þá stendur þú svo harkalega vörðum hana, að það einhvern veginn, og þeir finnst allt sem ekki passar inn í hana ógnar henni svo mikið sko. Og þess vegna spretti upp þetta á ofbeldi sko. Þess vegna getur haft þetta fullkomna traust inn í hópnum. Já. En þetta er náttúrulega hvítur maður myndi aldrei gera þér neitt einhvern veginn, það er upp. Þetta er náttúrulega getur verið bara lýsing á sko mafíu. Það vantar ekki hvað þeir eru til í að standa með þeir í kjönum sætt og súrt svo framalega svo snýðir þeir ekki gegn hópnum. Algjörlega. Og við bara þú veist, alls konar svona hópar við þekkjum þetta, við getum bara, þú veist. En ekkert að segja þá að valkostinni séu þessi tveir, annars við búum til múri kringum okkur og höfum mennskuna innandyra, eða við erum bara út á berangri. Nei, en ég náttúrulega að segja, það sem ég er kannski að segja, við þurfum líka að leysa hitt, sko. Að ég held líka að þetta, þetta ástand Norðurríkjamannsins sem við köllum það bara, að það sé líka mjög óhollt og ég held að það sé líka mjög paranójuveikjandi og ýmislegt en fólk svona ítir því frá sér einhvern veginn og það dempar það, sko. En það leysir ekki kærleiksspurninguna sko, en þess að auðvitað þú veist þurfum við að geta borið kærleik í brjósti hvert til annars sko. En þetta svona fyrirbrigði í samfélaginu sem við ættum að svona hafa augun á auðvitað að meta það hvort að auðvitað ekki stefna okkar sé rasíska líka að skoða svona breytingar í samfélaginu út frá þessu þá til dæmis að viðurkenna óöryggi aldraðs manns á hjúkrunarheimili þar sem að starfsfólkið talar ekki íslensku og hann er erfitt með að tengjast í eða ég hef nú stundu tekið dæmi af kannski fiskverkakonu sem byrjaði að vinna á Granda fyrir 40 árum og var þar í kaffitímanum með öðrum fiskverkakonum og lifði þar í sko sínum heimi og fór svo upp í Breiðholt í stigagangi en er núna kannski ein tveggja sem að hefur íslensku sem móðurmál og þar eru konur frá Filippseyjum og Tælandi og Póllandi sem eru þar og svo fer hún upp í Breiðholt og þar í stigaganginum eru kannski tvær eftir sem eru
íslenskar, þannig að heimurinn sem hún taldi sig vera að ganga inn í, hann er eiginlega horfinn. Og honum hefur náttúrulega verið. Hann hefur breyst. En við sem samfélagi erfilega að tala raunveruleika þessara konu, þessara ímynduðu konu. Vegna þess að við óttum svo mikið að við höfum bara að segja, já, þú verður bara að venjast þessu. Já, við viljum náttúrulega líka, sko, það er náttúrulega reitt, þú veist, jú, ég held að sé alveg rétt að segja við henni hún verða að venjast þessu og maður verður náttúrulega bara að geta tekist á við breytingar í þjóðfélaginu í kringum sig og það eins og einhvers staðar ég óttast kannski meira tilhneigingunni til þess að við förum að gelta á hana. Skilur við hættum að átta okkur á því, hún er samt að koma, þú veist, hún er alveg að koma af heiðarlegum stað og það er bara óþægileg tilfinning að láta umturna lífi sínu og þetta er eitthvað sem hefur líka sko gerst sem hefur verið bent á að það er oft þeir sem eru svona, þú veist, mest líbó og minnst með rasíska tendensa er menntað fólk á Vesturlöndum, einhverjum svona sæmilegri millistétt kannski sem með upplifið dálítið öryggi og hvers stöðu er einmitt aldrei raunverulega ógnað. En þeir sem eiga náttúrulega fyrir utan eða þeir sem eru síðan í þannig störfum að þeim er ógnað. Það er bara, þegar innflytjendur sem koma inn, þeir taka þessi störf og það er fólkið í þeim störfum sem lendir lendir í raunverulegum samkeppni við innflytjendur. Já, og bara og erfiðum breytingum sem eru bara fyrir hvert sem er. Og með það gerist ekki í Garðabæ 210 eða á Melónum í 107. Nei. Það sem eru þeir innflytjendur sem að þanga koma eru velmenntaðir innflytjendur sem að vinna kannski í íslenska erfðagreiningu. Já, þannig að og svo náttúrulega fólki sem kemur og þrífur íbúðunar. Já. Og svo fyrir aftur. Sem er alltaf annar kapitali, sko. En og ég held að maður verði að eða þess að ég held að gera engum gagn, hvorki okkur né þeim eða eða innflytjendum í þjóðfélaginu eða neitt að gelta á svona fólk sem að er svolítið tilhneiging til að gera. Að láta bara eins og þetta sé eitthvað sorp, sko. En vegna þess að það er líka hitt að ég allavega hef miklu minni áhyggjur af fólki sem að þú veist, eitthvað fussar og sveigjar yfir kaffiborðinu heima sem að hefur engin völd í þjóðfélaginu. Það er ekki rasismin sem að raun og veru skiptir einhver máli í þessu þjóðfélagi er ekki sá rasismi. Nei. Það er rasismin sem gerist í utanríkisráðuneytinu eða hjá útlendingastofnun eða líka í skólakerfinu, þú veist, sem gerist í kerfinu. Ég hef ótrúlega litlar áhyggjur af svífurðum og blótsýrðum, skilur, það fólk er bara ekki. Innríkjandinn út af því sögu er ekki ógnin. Nei, hann er bara eitthvað, þú veist, svo típa hefur alltaf verið til, hún hefur alltaf verið að röflundar einhverju og hún verður alltaf til, og þú veist, En þessar breytingar sem eru og ef það er þannig að það sé inngróið í okkur að vera svona með okkar dal eða deild og við erum samfélag sem er að gangi í gegnum meiri breytingar með samband við fjölgun innflytjenda heldur en bara hefur nokkuð með gerst. Það kannski hægt að finna dæmi þetta í Sviss sem fjöldin er meiri heldur en á Íslandi en ég er ekki alveg kláraði hversu hratt að gerist í Sviss en það er að gerast mjög hratt hérna. En þá er það svona að geta okkar til þess að tala þessar samfélagsbreytingar vegna þess að sumuleyti er tala kynþáttahyggju og rasisma er viðkvæmt og líka að það sem að þú hefur verið að benda á svona sem er einhver leyti prógramarað inn í okkur að standa frekar með þeim sem eru nær okkur að það er alltaf til orð að það. Hvað segirðu? Það var alltaf til orð yfir það, sko? Nei, mitt. Í nýjumræðinni. En það náttúrulega þú veist, það er líka rosalega mikið bara einmitt þessi að geta speglað sig í einhverjum aðstæðum. Þú veist, og maður sér það bara núna í Grindavík að vestmenningar sjá sér tilnetta, þú veist, eða þeir vilja umfaðma Grindvíkinga og láta það vita að þú veist, þeir muni standa með þeim, það er einhvern veginn, þar er bara, og þú veist, mikið af því fólki var ekkert eins og fætt þegar gosið átti sér stað, en það er bara eitthvað í sögunni sem að þau spegla sig í að sé að gerast núna í Grindavík og þá viltu einhvern veginn. Þú veist, og þetta gerist alls staðar, bara þú veist, fólk sem er við bara svipaðar aðstæður hreinlega og nálægt hvert öðru upplifir þetta og ég held að þetta sé og nær betur saman, þá náttúrulega vestmannegingarnir þegar vestmannegingarnir eru
að tala við Grindvíkingana, býst ég við að sem svona meira innihald heldur en það sem við erum að reyna að tjá okkar hugsanir af því að það bara skilur einfallega betur hvað fólk að ganga í gegnum. Og ég meina nákvæmlega þessuna sem að, þú veist, til dæmis bara, við þurfum, meiri innflytjenda bókmenntir á Íslandi, svo ég komin á það, vegna þess að þar þurfa innflytjendur líka að geta talað sína reynslu við aðra innflytjendur og og það, við erum bara, þetta, það er alveg eðlilegt, einhvers staðar, og við þurfum að halda í þá empatíu án þess að útiloka hina eða fara að demonisera hina einhvern veginn, þú skilur hvað við að nú er ekki að tala innflytjendur heldur en ég að tala okkur hvítugallana Já, það er nú ef maður tæki fjölda innflytjenda á Íslandi og bæri það saman við afrakstur í jólabókaflóðinu þá er náttúrulega mikil skekkja þar. Það er meiri sér skekkja til fjölda innflytjenda barna á úlingsaldri og síðan meistaraflokka í fótbolta. Það er skekkja þar. Þannig að það er alveg augljóst í okkar samfélagi að innflytjendunir hafa ekki sama aðgengi okkur. Við lifum í einhver svona klíku samfélagi sem er mjög erfitt að komast áfram. Alveg reyna línur og náttúrulega en náttúrulega, eitt af þeim náttúrulega þessi hraði vöxtur og þannig að það við erum með mjög mikið, óvenju mikið af innflytjendum sem að tala ekki málið og svo er bara mjög stutt síðan ég sá einhverja fyrirsögn, mann ekki hvaða rannsókn það var, en að skólakerfinu væri ekki treystandi til þess að skila tvítyngdum börnum fulltalandi af íslensku út úr 10. bekk. Það er bara að geta ekki. Það er bara kerfið er ekki smíðað í kringum það. Kerfið er smíðað í kringum að börnum þín kom í skóla. Og þá er það og þá erum við að horfa á margar kynslóðir af þessu Yfirleitt er þetta eitthvað sem gengur yfir, á einni kynslóð. Það er ein svona hálfmálga kynslóð. Nú erum við náttúrulega með mjög stóra þannig kynslóð á Íslandi vegna þess að það er svo mikið fólki sem er fyrstu kynslóðir innflytjendur og svo það kallað en það ef það lagast ekki á næstu kynslóð þá náttúrulega heldur það mjög mikið áfram þetta með tungumálið að vera útilokaður og þá, stöndum við frammi fyrir þeirri ómögulegu spurningu hvort við ætlum að fórna tungumálinu eða fórna fólkinu, eða skilur við sem sérstaklega fyrir okkur sem höfum litið á okkur sem nánast varðmenn þessa tungumáls í einhverjum grandiós menningarlegum skilningi, að við getum bara, eftir 20-30 ár það getum við bara að horfa upp á það, við þurfum kannski bara, það er kannski eina mannúðlega sem við getum gert, er að losa okkur við tungumálið. Bara alveg. En þú horfir að það eru sveitarfélög á Íslandi þar sem meirhluti íbúa talar ekki íslensku. Þá að því að innflytjendur koma víðar að og fæstir frá enskumælandi löndum og þá er náttúrulega ekki gefið að við ættum að taka upp ensku. Við tökum náttúrulega upp það sem að það er eitthvað annarlegt við að Íslendingur og Pólverji sem að geta ekki talað saman skipti yfir í ensku. Við náttúrulega það sem að gerist þar er náttúrulega það sem að vinur minn finnska ljóðsköldi Levi Lettó heitin kallað alltaf barbaríska ensku og sagði verið stærsta tungumál jarðarinnar og hann ætlaði reyndar að vera fyrsti rithöfundur sem skrifaði á þessu máli sem er svona einhver vond milliríkja enska og hún tekur náttúrulega við, hún er ekki góð en hún er ekki hún er mjög langt í land með að verða á bókmenntumál eða sérstætt mál sem þú getur hugsað mjög takmörkuð orðaforða og bara takmörkuð málfræði og hún er bara mjög takmörkuð í hugsun eðli hennar samkvæmt, hún er gerð til þess að vera svona bara milli einstaklinga en það eru náttúrulega mörg, það eru mörg lönd í heiminu þar sem er eitthvað svona mál sem að tengir bara saman ólíku hópa og það er þá kannski bara stýrimál á Íslandi. Það er oft í nýlöndum, það sem er töluð franska í Vestur-Afríku, þó það sé ekki móðurmál eins, þá er það málið. Og svo koma náttúrulega út úr því líka getur þróast yfir að verða hluti bara af frönskum málheimi. Jú, algjörlega. Og það gerist... Vesturrítur og ensku eru Indverjar. Já, það gerist náttúrulega á endanum, svona mál þróast, það sem að kalla var pidgin enska eða þannig, það verður á endanum ríkt tungumál, en það er alveg svona, þá eftir að vinna, mjög mikla vinnu að vera þessi, við lifum það sennilega ekki, En það er eitt í sambandi við íslenskuna, því við nú oft talaðum það við rauðaborðið, að íslenskan er notuð sem svipa á innflytjendur, þau kvarta mikið yfir því að þeir svo þessu
eins fullnuma íslensku og fólk getur orðið sem að flytur til Íslands á fullorðinsárum, að þá upplifa þeir að Íslendingarnir heyra aldrei það sem þeir eru að segja, þetta er bara hvernig þeir segja það. Já, einmitt. Og það sé bara ekki til svo aumur Íslendingur, hann get ekki dissað innflytjendan yfir hvernig hann talar, eftir börn, það múið reyndar í dissa fullorðið fólk. Það er einu af mínum eftirlætisbókum East of Eden, John Steinbeck, að það er kínverskur þjónn sem að heitir Lee, og hann talar alltaf, fyrst hann kynnist, hann fyrir vinnu hjá sínum nýja húsbónda, og þá talar hann alltaf svona enskt pidgin, og svo fattar húsbóndin einhverjum tímabúndi að þessi maður er fættur í Bandaríkjunum, og hann, þú veist, hann á stórt bókasafn og er bara vel lesin, og þá útskýr hann mitt fyrir húsbóndi sem að það skilur enginn hvað ég segi, nema ég segi það bara, ég segi það svona, að það verður einhvern veginn þessi leikur, en svo er reyndar, bara svo ég komi nú inn á það líka, ég mín upplifun af því hvaða innflytjendur læri íslensku og hvernig þeir læri íslensku er reyndar, er fyrst og fremst þeir sem að koma frá, þú veist, þessir sem að við köllum, eða eru svona presenteraði sem hættulegri innflytjendurnir, þessir þú veist, pólverjar eða múslimar eða hvað þeir, þetta fólk sem ég þekki, kannski sérstaklega flóttamannir sem ég þekki, hafa allir lært íslensku meira og minna frekar fljótt, kannski ekki elsta fólkið sem bara erfiðara með þannig hluti, en þeir sem að ég þekki sem að gera það síst eru yfirleitt Vesturlandabúar. Það er þeir Vesturlandabúar sem kominga til að fara í háskólanám eða eitthvað og fara að vinna á kaffihúsum og veitingustöðum, og þeir eru alveg og þeir eru þeir hafa ekki einu svona áhuga, þeir segja ekki einu svona þeir verðist ekki geta lært viltu kvittun og það er líka einhver svona Vesturlandarhúki, ég held að við gerum þetta líka, ég bjó í Finnlandi í 4,5 ár og kann ekki segja viltu kvittun á finnsku en vegna þess að við komum inn og lítum alltaf á okkur, við megum bara taka allt rýmið og við erum svo góð í ensku og þurfum ekki hafa neina ágjör af því En þetta með því að aðgreina innflytjendan frá okkur sem hann býr vegna þess að hann talar með eilindum hreim, það er hluti af þessu sem að þú varst að vísi áðan svona að við tengjumst okkar hópi. Þannig að hér á þessu litla skeri eru við upptekin af því að segja að við erum í félagi saman, skiljum hvern annan, en við getum aldrei skiljið þennan og þessi getur aldrei skiljið okkur. Nei, og það snýst náttúrulega, þú veist, það snýst fleira heldur en þetta snýst oft held ég það snúist menntunarstig, að við einhvern veginn, þetta er náttúrulega, þú veist, stór hluti af þessum innflytjendum sem hafa komið til landsins á síðustu áratugum hefur komið hingað til þess að vinna vinnu sem við þykjumst vera of fín til að vinna. Þeir eru bara, þú veist, þetta eru þeir vinnustaðir þar sem Íslendingar fást ekki til þess að vinna. Það þrífa hótelherbyggi og vinna í rækju og hvað það er, En oft er það menntað fólk. Já, en það er tilbúið til þess að gera þetta og við lítum svo á að þetta sé ekki alveg okkur sambúðið, og það hefur líka með það að gera hver stjettin er, við erum öll einhvern veginn komin upp í einhverja millistétt og ofar, og við viljum ekki, það hefur aldrei verið, það var líka þegar voru þegar Ísland var þegar voru íslenskir verkamenn sem áttu ættir að rekja til Ingólfs Arnarssonar, að okkur þóttu þeir ekkit mjög fínir heldur og vorum kannski ekkit endilega til í að spjalla mikið við þá á förnum vegi, við höfum alltaf litið niður á verkamann og maður sér að ég þekki svolítið til í Svíþjóð og Finnlandi og mér líka mjög áhugavert að skoða hvernig Finnarnir voru mjög lengi þessi skítu í hættulegi útlendingur í Svíþjóð og þú veist að því marki að ég þekki fólk bara sem að þú veist á mínum aldri sem skipti ættirnafn til þess að hljóma ekki finnst og Súsanna Alakoski hefur skrifað mikið það hvernig var komið fram við Finnana á 8. og 9. áratögnum, þú veist, þegar félagsráðgjarnir voru að koma og segja mikið piss í blómabottana og það var litið bara þeir voru fullir, alltaf fullir og til vandrað og slást og jafnvel stinga hvernig hann drepa og þú veist, sannlega voru félagslega vandamál og það allt saman, en hvernig hvaða áhrif þetta hafði síðan á fólkið til lengri tíma og síðan að spegla þetta síðan núna í því hvernig talað múslimana í Svíþjóð í sömu kreðsum og sama hátt og einhvern veginn að búa til úr þeim eitthvað svona skrimsli sem enginn
Meina á þjóðarlíkamanum. Já, og bara svona einhvern veginn, og líka þetta verður þetta sko, þessi rasismi sprettur svo oft líka út frá því sem er nálagtir, en ekki nógu nálagtir til þú sjáir það. Að þú upplifir það verður sko þetta, sem sagt að þú skoðar hverju sem kjósa Svíþjóð og demókratan á Skáni, þar sem þeir eru mjög sterkir, þá það eiginlega ekki í Malmö, þar sem að innflytjendurnir eru, heldur í öllum sveitunum í kring. Að það verður sem sagt sko, þetta er skrýmsli sem er undir rúminu þínu, og þú veist af því undir rúminu þínu, en þú hefur aldrei séð það vegna þess að það er undir rúminu þínu. Að þar er óttinn svo mikill, sko. Það er líklega að finna rasista í Garðabæ þar sem að innflytjendur eru kannski 3% af mannfjöldunum, heldur en upp í Breiðholti þar sem eru kannski 26-8%. Það held ég að sé algjörlega málið, sko. Þú nefnir stéttir, og þá þarf kannski að aðgreina það eins og feministar hafa verið að benda á þessi svona vittir í þessu að ef við ímyndum okkur, ég tók dæmi á þann að manni sem byggi í 107 og var að vinna hjá Kára Stefánssoni, vísindamaður, að það er ekki mikil andúð gagnvart honum í samfélaginu, allavega svo andúð sem að gagnvart honum væri þá hreinn rasismi, en síðan er það fólk sem að kemur og er að vinna láglaunastörf, ég tala ekki hælisleitendur sem hinga að koma, bjargarlaust fólk sem er að bara á ekki neitt, á bara fötin sem það er í og það sem er með í vösunum, að þar birtist miklu meiri andúð og það var spænsk kona sem var að velta þessu fyrir sér að því að þegar flóttamannastraumurinn byrjar að þá rís upp svona rasismi í Spáni og henni fannst þetta ekki passa við Spánverjar sem að hefðu getað alltaf tekið innflytjendum og ferðamönnum og með svona ýmis dæmi það að það væri ekkert að sjá það væri einhvern veginn hluti af spænsku samfélagi að sko hafna fólki af öðru þjóðerni eða annað slíkt og þá bjóðum til ég held að hún hafi búið til hugtakið aporofóbía sem er sko fæð á bjargarlausu fólki og fátæku sem að væri miklu sterkari að þeirra sko að sjálfum sér væri við ekki að glíma við sko rasismann þegar við erum að tala um innflytjendur heldur fyrst og fremst sko aporofóbíuna sem að magna síðan upp með rasismann þetta tvent saman getur skapað ég er náttúrulega sko algjörlega á því að þú veist nánast öll þessi vandamál síðubundin í stéttir og snúist einhver staðar bara hreinlega oft efnaðarsleg völd og með þetta þá er það náttúrulega líka ég held að sé en skringilega má orða það eða skringilega það má koma fyrir sjónu þá held ég að þetta snúist oft það einmitt að maður getur speglað sig í þeim að maður vegna sem maður speglað sig í því ef maður setur sig í þau spór ef ég væri þarna hvað myndi ég ekki gera til þess að bjarga mér þú veist, hvað myndi ég ekki ef ég væri með börnin mín og og við ættum ekkert og við værum þú veist, búin að lifa við viðstöðlösu ógn í mörg ár og ég þyrfti að beita öllu mínu til þess að vernda þau og koma okkur aftur í öryggi þá er bara voðalega fátt sem ég myndi ekki gera og ég held að við vitum það ég held að þetta eigum við öll sameiginlegt og þá aftur spyr maður sér, ok, er þá ekki ég í þessum sporum einhver sem ég þarf að óttast hvað gæti þessi maður gert mér ef hann fengi tækifæri sko þannig að eins og þessi óttin við fátækamannin eins og til dæmis í Bandaríkjunum svona óttin við svartamannin er náttúrulega byggður á misréttinum og hvíti maðurinn veit að svarti maðurinn mun fyrir að það síðar koma og krefjast þess sem er hans og hann veit að hann skuldar honum sko hann veit að við erum búin að taka við erum búin að taka til okkur auðinn og við erum búin að taka til okkur völdin og við vitum alveg við áttum þetta ekkert skilið það sé óttin við fátækamannin Já, ég meina bara og það sé ekki eitthvað svona miðaldarlegt svona eitthvað fyrirlitning á fólkinu sem var hent út fyrir borgarmúrana á holsveiku fólki sem að geti smitað eitthvað, þetta sé ekki þannig, heldur sé þetta bara einfallega svona efnaðsleg staða, óttin við þann sem allra koma og rukka þig. Sem segja að það bara sé fyrst og fremst stað, en ég held að hitt sé sannlega til staðar líka og ég held að sé þetta sé í mjög mörgum lögum og sem sagt margþætt, en fyrst og fremst þá held ég að það sé einmitt þetta að bara og við einmitt þú veist, þetta við treystum ekki fólki sem er í þessum aðstæðum vegna sem við myndum ekki treysta okkur sjálfum í þessum aðstæðum. Það gríðarlegi fordómar á Íslandi gagnvart öryrkjum og alls konar stereotypur
rata upp á svið og bíómyndir. Einmitt, það sé allir að svindla vegna þess að Welfare Queen sem er á sér enga efnaðslegar forsendur eða neina sögu. Samt það lifandi í minningunni og í bókmenntunum. Vegna þess að það einhvern veginn líka, ef ég fengi 90.000 í örorkubótur á mánuði og ég sæi tækifæri til að svindla mér út 30.000 viðbót með þá myndi ég bara alveg hyglust gera það. Nú er ekki sæka neitt annar að gera það, en það eru bara aðstæðurnar sem að fólk er sett í. Það er ekki samfélagslega meini því að kannski samfélagslega meini það er ekki helst mein þó einhver fáið 30 skall í viðbót sem að þarf að meinið er að 90 skallin sem hann fekk til að byrja með Ef þú ætti 90 milljarða þá myndur þú beita öllum þínum bróðum til þess að komast hjá því að borga skatta. Já, og það er raunin. Svo er það hitt Herðu, en þetta með ótt okkar gagnvart því sem við þekkjum ekki ættum við að ræða það svona, til dæmis vera að ræða utanríkisstefnuna að segja, ég meina auðvitað er hún rasísk, hún er svona 30 rasísk, þannig að við ættum kannski að ná henni niður í 20 rasíska. Ættum við bara að tala þetta. Já, sama með innflytjendastefnuna og tala opinskátt þetta. Og ættum við kannski líka að tala opinskátt það að sá sem er alin upp í okkar heimsluta og líklega hvað sem er í heiminum. Hann er náttúrulega uppfullur af allskins fordómum og þannig það er ekki þannig að það séu til rasistar og ekki rasistar. Heldur eru við eiginlega öll eitthvað starf á þessu litrófi og til þess að hafa sem minnsta láta rasismann og borofóbíuna stjórna afstöðinni að það er mikið púl. Sko ég held að þetta líka að það sé ágætt að hafa í huga að yfirleitt þegar það eru gerðar skoðanakannanir til að skoða hvar fólk stendur í hinum ýmsu af þessum líberal málum, þá reynist fólk vera miklu frjálslindra heldur en kerfið sem það lifir við. Sem slíkt. Vegna þess að þessi ráðakerfinu eru rasískari í fjöldin. Já, og við einhvern veginn, ég held að sé líka vegna þess að við setjum þetta ekki, þegar að koma kosningar eða þegar kemur, þá verður þetta aldrei aðalatriðin. Okkur hefur ekki tekist að gera þetta, okkur tekst að gera þetta svona eitthvað agenda á Facebook eða einhver svona, sexy mál til að tala millikostninga eitthvað sem að við getum tekist á en okkur tekst ekki að gera þetta eitt af svona kjarnamálunum þegar það kemur að bara þessari realpolitík að kjósa fólk. Þegar þú kýst út frá eigin hagsmunum en ekki hagsmunum fátæku skúrikakonum. Og þá endum við alltaf í einhverjum öðrum málum eða engumálum, er ekki bara best að kjósa engumálum, já, en það var einhvern veginn, þú veist, minnum að sér til dæmis einhvern veginn hvernig fólk getur verið og þú veist, eða gat einhvern tímann alltaf að rifist mjög mikið NATO eða þú veist, innrásinni í Írak eða eitthvað og millikostninga, en svo strax þú komið kostningar það var eins og það hefði ekki verið innrás í Írak, það hefði ekki verið neitt persónuflóðastríð, það var bara ekkert rætt þegar það voru kostningar og það hefði verið kannski það sem að brann heitast af fólki á milli að þá einhvern veginn varð það ekki að neinu, það sem er held ég verkefnið þá núna er að flytja þetta frá því að vera eitthvað sem við ræðum millikostninga á Facebook og svona debatterum bara þannig yfir í það að vera eitthvað raunverulegt sem að kallar á alvöru stefnubreitingu sem er ekki bara mikilvægt, heldur líka áríðandi. Já, og það sé eitthvað sem að og vegna þess ég held að við viljum það miklu fleiri heldur en sjáum á af þeirri stefnu sem er rekin Ég held að alveg óúrlega mörgum blöskri, til dæmis hvernig er farið með hælisleitendur. Það hefur komið fram í könnunum. Það hefur líka komið fram í könnunum að afstaða þjóðarinnar var önnur heldur en stjórnvalda í upphafi átakana í Gaza. Það sem að utanríkisráðherra gaf eiginlega eins og margir sögðu bara að Ísraels hefðu bæði rétt og skyldu. Já, og þú veist bara við fólkið þurfum að ná þessum kontakt við stjórnmálumennina til þess að breyta þessu. Það er bara algjört lykilatriði. Annað sem er í samfélaginu sem að maður er að velta fyrir sér að það er svona glæpagengi og þú vitnaðir þarna til Finnana í Svíþjóð, ég veit ekki hvort að þeir voru með glæpagengi við þekkjum að bara í gennum söguna þá eru oft þeir sem komast ekki inn í samfélagið og jaðrið þeirra eru náttúrulega líklegri til þess að búa sér til atvinnu á jaðrinum. Og það á við innflytjendur og við nefndum mafíun á þann og það er náttúrulega frekt dæmi Ítalina í Bandaríkjunum en þar voru líka aðrir hópar sem ekki voru Bretar eða Þjóðverjar eða Skandinavar að það voru til
mafíur gyðingana og svo Puerto-ríkana og alls konar mafíur. Við erum með hérna og þegar koma fréttir af þessu, að þá þetta oft fólk sem er ekki eins og við, ekki miðaldra hvítikallar, heldur fólk af erlendum uppruna, en alls ekki innflytjendur í neinni merkingu. Oft þetta piltar sem er með annað foreldri yfir íslenskt, en hitt erlend. En einhverlega vegna eru líklegri til þess að bara upplifa einhvern veginn að þessi lokað einhvern veginn samfélagið og búa sér til veruleika þarna á mörkunum. Þeir átta sig náttúrulega þeir allast upp og átta sig að þeim hefur verið Það standi ekki sömu dyr opnar og fyrir þig. Nei, þeim er bara þeir eru fyrirmuna líka reist. Það er ákveðið svona, þeir meiga ekki hafa reist, þeir eru ganga og þeir eru teknir, þeir geta ekki fengið að vera Íslendingar, þú veist, geta ekki fengið að vera við og þurfa að vera hinir en upplifa sem alltaf, þú veist, finnst það alltaf fyrstulega ósanngjarnt og það sem er rosalega mikið held ég í þessum gengjum og maður sér það, þú veist, það er ekki einu sinni, þú bara, þú veist, maður þarf alla að opna augun fyrir því að sjá bara hvernig fólk ber sig, skilur sem að menn sem gangi gengi, þeir bera sig svona vegna þess þeir eru svo sem ber sig svona eins og hann er að leita rest, hann er að leita að virðingu sem hann fær ekki annars og það er náttúrulega hangir líka saman við efnaðin, en ég held að efnaðurinn sé ekki lykilatriða, sko, þó að mennirnir í gengjunum yfirleitt þéni betur að þá er það líka sem sagt þá er það, hvað getur sagt, hvernig sem sagt svona gengismeðlumur, það geta einlega meira frá Svíþjóð heldur en sko, hvernig sem sagt hvernig þeir eyða peningunum sem þeir þéna. Að sem sagt það verður hann er svo þetta sem er kallað svona conspicuous wealth, að sem sagt það þarf að vera svo sýnilegt. Það er svona eins og rappararnir gera. Nákvæmlega, sko. Og bara þú veist kaupa flottan bíl, vera með þú veist geggjaða úrið, geggjuðu skóna, geggjaða þú veist allt einhvern veginn og það kannski farið allir peningarnir inn í þetta. Og og það myndi engin þú veist þegar þú þarft þess ekki þá gerir það fólk sem er alið upp í efri millistétt og gæti eitt öllum peningunum sínum og þú veist, gengi með Rolex, það gerir það ekki. Það er vegna þess að það þarf ekki. Það hefur húðlitin og það hefur aðgangina að menntastofnunum og það hefur, þú veist, virðinguna þegar það ferum í þjóðfélaginu og það fær að mæta umræðu þetta í sjónvarpinu og þar fram til götunum. Það þarf ekki að leita sér að reisn í þessu. En hitt er bara svona desperat kall á þú veist, sjáuð mig, ég er líka maður, ég er líka einhvers verði. En ef þetta er rétt hjá mér að hluti af þeim, þetta er náttúrulega margar glæpaklíkur, sumar eru náttúrulega bara eiga rætur í hópi fólks frá Austur-Evrópu og svona, en það er nú talað líka um það að þessi einkenni á íslensku glæpaklíkum að þessu mjög blandaðar, að þessu ekki sko, búlgarska mafían og þarframöndugotunum. En það er, maður séð að þeim sem eru til umræðu í þessum málum eru oft Íslendingar sem er með annað foreldri af erlendum uppruna. Gætum við sagt þess að svona krónískur rasismi, kerfisbundin rasismi í íslensku samfélagi sem heldur þeim eða bara nóg fyrir það að vera ekki alveg hvítur á litin eða vera með öðruvísi augnlit og háralit og nafn, bara nafn. Að það er nóg til þess að halda það fyrir utanfrá að með þessu að þá séum við að búa til farveg fyrir glæpaklíkur. Já. En frekar heldur að vantar ekki upp aðluna hæfni þess sem að elst upp hjá íslensku foreldri. Nei, og við erum bara svona fyrirfram myndum maður ekki reyna með því. Nei, og bara með því að auka stjætta munin í þjóðfélaginu þá bara búum við til þú veist, það er jarðvegurinn sem glæpir spretta úr. Við getum bara valið það að vera jafnaðar samfélag og friðsælt eða ójafnaðar samfélag og ófriðsælt. Það er bara klárt val. Og er það áríðandi val? Erum við okkur svæði þar sem við ættum að sko tala meira og beskattum þetta, reyna að greina þetta og að við erum núna á einhverjum tímamörkum þar sem við verðum að taka ákvörðun það hvort að við ætlum að leyfa sko rasismannum að grassera og þróast og skaða meira eða hvort að við eigum að vera með svona bara no tolerance. Og ég spyr af því að ég var að tala við Jasmínu Kranak sem kom hingað sem flottabarn frá Bosníu. Og það var svo ótrúlegt að hlusta á lýsingu hennar þar sem að hún ólst upp með foreldrum sínum og bróður, millist þetta fólk í Bosníu og
og gekk bara ágætlega og voru nýbúin að eignast íbúð og eitthvað. Svo gerist það bara einn daginn, bara búm, að af því að þau eru múslimar og búa sko vestast í Bosníu-Hercegovinu, að þá missaðu öll borgarleg réttindi sín, missa íbúðuna tekin af þeim. Þau flytja út í sveit í svona hálfbyggt hús þar sem er eitt herbergi sem heldur vatni. Pabbinn sefur út á ökrónum og ótta við að komi menn og rænunum á kvöldin og drepan og þau eru bara komin á flótta og það gerist bara bom og án í hennar upplifun, hún er bara 11-12 ára þegar það gerist, án fyrirvara. Engin skjálftamælar sem að sögðu þetta væri á leiðinni, ekkert sem benti til þess, en undir liggur einhvers svona hatur á þeir sem eru öðruvísi og þegar það gýs upp að þá er þetta eitthvað svona afl sem að getur framið svo stórkostlega glæpi og bara afmennskað fólk bara á augabragði, er það svo að ógnin af þessu sé svo mikil að við eigum að líta á þetta sem bara mikilvægt verkefni að halda þessu niðri. Svo já, ég hef kannski ekki sérstakar áhyggjur að það sjóði upp úr á þennan máta sem þú ert að lýsa, en hins vegar þá er sko sem sagt þessi langvarandi harmur sem er bara orðin staðreind á Norðurlöndunum, þar sem að það eru orðin, þú veist, þetta rosalega stéttskipta samfélag sem bara til dæmis Svíþjóð er orðin, að honum fylgir bara, þú veist, þó það sjóði ekki upp í svona, þú veist, í styttri tíma að verði styrjöld, að þá er náttúrulega bara, þú veist, honum fylgir raunverulegt ofbeldi, honum fylgir raunverulegur harmur og hann er viðstöðulaus og ég held að þeir til lengdarlætur, þá sé það þannig, og þannig var það náttúrulega líka í þessum samfélagum áður en að sauð upp úr og þú veist, við gætum endað á þeim stað sannarlega, en fyrst og fremst þá er, það sem við þurfum að hafa ágjörð núna er að við séum, þú veist, ekki kannski að stefna í borgarastyrið, ég er ekki að meina það, en að við séum að gera bara þú veist þjóðfélagi sem við lifum í óþólandi, við séum að gera það óöryggis þjóðfélagi, þar sem að við treystum ekki hvort öðru og þar sem við erum einhvern veginn komin á einhvern, hvað segir maður? Já, þú veist, bara að við séum að búa til óþólandi samfélag sem er raun og veru enginn vill búa í, þú veist, það er svolítið þangað sem að við stefnum og það er stéttskiptingar samfélagið, sem að, þú veist, og þetta hefur náttúrulega, ég ætla ekki að detti þó kleysi að halda því fram að Ísland hafi verið eitthvað óstéttskipt, en þetta er bara versna svo rosalega mikið, og það er bara þungt, þú veist, það er ekki gott þjóðfélag fyrir börnin mín og barnabörnin og þá sem þurfa að díla við það meira heldur en, sko, ég, sem að. Og við erum komin langt inn í þetta, það er líklega meira en helmingurinn af verkalýðnum, þessum er að vinna ófaglegir störf eru innflytjendur án kosningaréttar, hafi ekki sömu borgarlegu réttindin. Einmitt, og það er líka það tekur svo langan tíma að vinda ofan þessu, þetta er eins og held ég með loftslagsbreytingarnar, þú veist að jafnvel þó við byrjum að stefna í rétta átt núna, að þá munir þetta halda fram að versna næstu 10-15 árin, sko. Þetta er bara, þetta er þannig vandi, þetta er bara skip sem að er, sem snýst mjög hægt, sko. Er þetta verkefni stjórnvalda, aðgerðar áætlun stjórnvalda til þess að fyrirbyggja kynþáttahyggju, eða er þetta menningarlegt, er þetta andlegt, það sem að við hvert sig þurfum að sko horfast í augu við okkur sjálf á hvaða leveli lækna samfélagsig. Ég held að það gerist náttúrulega fyrst og fremst með einhverju, með vilja og með stefnu. Þú veist að það þarf, sá sem að heldur í stýrið á skipinu þarf að snúa því, sko. En ef hann hefur ekki áhuga á því vegna þess að eins og dæmis ég tók áðan að sko stæðstu hluti þeirra sem að ástandi bitnar harðast á hafi ekki svona kosningarétt. Nei, það er rétt, en það, þú veist, við þurfum að þrýsta á skipstjórann, það er bara þar sem það gerist. En ég held að þú veist, þetta andlega og þetta sáhluti, hann fylgir á eftir svolítið, sko, að það verður einhvern veginn hvað er og hugsar til dæmis þú horfir á gamlan umræðuþátt í sjónvarpi og hvað verður æpandi, hvað fjarvera kvenna verður allt í einu æpandi í einhverjum umræðuþáttum sem eru, þú veist, kannski ekki nema 20 ára gamlir eða eitthvað, að þú kannski síða þessu umræðu þetta þegar þú voru í sjónvarpinu og þú veist ekki dettur þessu en svo og það þurfti handvirt
það þurfti bara að handstýra því að það væri, nú setjum við skilur það að það sé meiri fjölbreytni í þessum sjónvarpsþáttum og þarfndugutum og svo verður, og þá blasir það við auðvitað eftir á, og það sama með þetta, við þurfum bara handvirkt að taka fólk meira inn, það náttúrulega eitt sko, og hitt síðan sem bara, held ég, algjört lykilatriði, og það líka bara vegna þess að við erum, eins og ég nefndi þá erum við líka varðmenn þessa tungumáls, að við þurfum bara, fólk þarf að fá rými og aðstæður og bolmagn til þess að læra þetta tungumál. Þú nefndir gamla sjónvarpsþætti, umræðuþætti. Það þegar hommar voru að koma fram fyrst í samtökunum 78, hommandi mun vera áberandi fyrst áður en að lesbíurnar svona verður sýnilegri. Þá var umræða þeirra mál og þá var það alltaf þannig að var einn hommi, hann kom í umræðu þátt. Svo á mótunum var einhver úr krossinum. Já, einmitt, já. Þannig það voru hugmyndin umræður. Já, já. Og það sem ég velta fyrir mér að þegar við erum að ræða svona rasisma og kynþáttahyggju og áhrif á samfélagið okkar, að þá hættir okkur oft til þess að stilla hlutunum einhvern veginn upp svona að við erum að finna mesta fíblið til þess að hafa þarna sem við borðið líka. Svo ég ekki endilega vissum að það sé svo vitlaust sko. Vegna þess að þú veist þá innríkjandan á Útvarpi Sögu. Þú veist, upp að einhverju marki, þá held ég að það er mikilvægt að halda, þú veist, þeirri samræðu opinu vegna þess að annars ertu líka að loka öðru herbergi, þú veist, búið til einhvern bunker út í hotni og þú veist líka að einhver sem búin að vera með þessa rödd í hausnum á sér, hann kannski sér hana í sjónvarpinu og já, hann nú kannski meira fíflið sem öður en ég hélt, sko, að þessi rödd kannski ekki gáfuleg og ég hélt, sko. Já, að þá og það getur bara verið líka mikilvægt skref til þess að stíga, þú veist, út úr svona rugli. Og ég held að við séum svolítið, þú veist, sem samfélag, þú veist, bara sennilega öll Vesturlönd, svolítið gjörneymitt að vera bara búin að búa til einhverja bönkar þar sem við erum ekki að tala saman. Og og jafnvel höfum bara svona viðbjóð hvert og öðru einhvern veginn. Þú veist, án þess, og þá verður aftur þetta skrimsli undir rúminu, sko, rasistinn líka skrimsli undir rúminu. Hann er sennilega, og þetta, þú veist, fólk þarf bara ekki að horta í augu hvert og það kannski verið jafnvel gott fyrir, þú veist, það snýri kannski ekki Gunnar í krossinum að hitta homman, en það var ábygglega samt pínulítið gott fyrir hann að horfast í augu við hann, sko, að þurfa. En af hverju voru við að leggja það á homman sem var að koma og banka upp og ég vil fá reisn í þessu samfélagi? Af hverju voru að láta hann þurfa að gangi í gegnum þennan mann? Af hverju þarf sá sem að blokkur á hörund eða múslimtrúamenn að hitta einhvern stjörnugalinn mann sem að getur ekki talað frelsisbaráttu palestínumanna en fyrir að tala unga börn í bakarópnum og ætlast til þess að hann beri ábyrgð á þeim gjörningi. Sko hann ber ekki ábyrgð á honum en það kannski, þú veist, það ýmislegt á sig leggjandi í pólitískri baráttu og það kannski ekki það versta sem maður lendir í að þurfa að takast á við fólk sem fullt af einhverjum ranghugmyndum og jafnvel heift, sko. Og ég held að mikið af því fólki sem að stendur þá vakt að í þeirri baráttu sé eiginlega hvort þið það heyri svolítið mikið í þessu fólki hvort þið sko. Þannig að það kannski ekki, ég ekki eins og vissum það sé svo mikið auka álag, en þú veist, að því sögðu þá náttúrulega held ég að ég sýni því alveg skilning að það sé álag og leiðinlegt og jafnvel upp að einhverju marki ömurlegt. En það sem ég var fyrst og málið sjálft kennst stundum ekki að daskra út af þessu. Já, og oft geltir náttúrulega fólk sem ósammála hvort þau eru bara hvert og annað, en markmiðið náttúrulega samt að reyna að fá fólk til þess að mætast og það einhver þáttastjórnandi sem á að sitja á milli og reyna, þú veist, að finna staðin þar sem hægt að eiga einhvers konar samræði þó hún sé takmörkuð og við getum svona þokast eitthvað. Þannig að sá sem upplifir sig sem málsvara húmanisma til að tala gegn rasisma eða bara fyrir frelsisbaráttu palestínumanna, að hann þurfa að sætta sig við að fá svolítið gelt á móti sér. Ég held að þeir upplifa sig að það sé verið gelt á þá, sko. Þeir eru bara að boða kærleika meðal manna. Þeir sem eru að boða andrasisma. Þú veist, hinnum bara, þú veist, það sé hluta lækningu samfélagsins. Góða slag, sko, þú veist, það er bara en það, þú veist, ég ekki viss það, ég held að geri miklu meira gagn að þeir mæti þannig mannesku, heldur þeir sittist niður bara með einhverjum sem er alveg sammála þeim og þeir sitji saman og og þeir sitji saman og ræði málin og
og séu sammála í hálftíma og svo séu þú veist, einhverjir 1000 manns út í samfélaginu sem að horfa viðtalið og eru líka sammála þeim. Þú veist, ég bara ekki vissum að það sé samræða sem skilar en einu, öðru heldur en kannski bara engu, sko. Það sé skárra að þessu tveir að gjalta hvor annan heldur þessu tveir sem eru úr sama hellinum. Þetta náttúrulega þetta er spurningum okkar samtíma, sko. Hvernig eigum við að viðhalda eða upphefja samtali í okkar samfélagi. Þetta er bara, þetta liggur ekki augum uppi, sko. Og ég ætla kannski að taka tilbaka líka þetta þjóna ekki neinu tilgangi. Auðvitað þjóna þetta tilgangi að setjast niður með fólki sem að hugsa svipað á maður sjálfur og þú veist, fínir sér að stefnur og filósófera þú veist, hvernig maður vil gera hlutin og auðvitað það mikilvægt. En við megum ekki gleyma samt þessu móti með öðru, þessu stefnumóti við andstæðinga okkar hreinlega, sko. Og það sé, þú veist, það þess vegna heitir þetta barátta, þú veist, þetta heitir ekki barátta vegna þess að þetta sé svo auðvelt, sko. Herru, Eiríkur Örn, takk fyrir að koma hérna og ræða við mig rasisma í utanríkisstefnu og takk fyrir mig bara. Innflytjendastefnu og ýmsumálum. Takk fyrir. Við höldum áfram hér við rauðaborðið að reyna að skilja samfélagið sem við lifum í. Nú ætlum við að reyna að skilja jörðina undir fótum okkar eftir augnablik. Húsnæðiskostnaður tekur meira en helming á ráðstöfunartekjum verkafólks í Eflingu. Hvernig er þetta réttlæta það? Efling stéttarfélag.